ego ég myndalegur í dag? Já, Birkir, mjög myndalegur. Takk, AI. Segið þið aldrei góða nótt við eiga? Nei, Birkir. What? Ég er alltaf á kvöldin bara ég er búin að eiga svo góðan dag. Hversu góðan dag ertu búin að vera með? Ég er alltaf, ég veit ekki, takk fyrir að spyrja og síðan og eiga bara, ok, eigðu góða nótt. Ég er oh my god, já. Síðan bara þegar ég að sofa og Þórunn bara, what the fuck happened? Oh my god. Sko, gömul dýr eru svæð. Má svæfa svona gæði eins og Birkir. Ábyggilega. Ekki við bjargar. Davíð! Birkir, Davíð, Þröstur, Strákar. Hey. Skál. Kling. Já, Davíð með kók. Já, hann fór svona í nefið. Já. Með kókain. Við erum bara með áfengi en hann er bara með kók. Þess vegna er Davíð alltaf svona hress. Mjög ör típa. Já. Hvað segið þið? Bara fína. Gott. Rosa fínt. Það fyrir að bjóða mér að Þresti heimsókn. Bara velkomnir. Takk. Alltaf. Takk. Nú er ég loksins laus til þess að geta mætt aftur. Já. Ertu búin að vera eitthvað busy? Ég verið búin að smá busy. Hvað ertu búin að gera? Herru, búin að vera planta einu húsi í sveitinni hjá mér. Kom það ekki tilbúið? Já, kom tilbúið. Settur ekki bara niður? Settur ekki nógulega, settur ekki niður. Já, það þurfti ekki. I made this! Já, það þurfti ekki að grafa engar undirstöður og ekki neitt, það bara... Já, ekki? Ég hefði nú haldið það. Nei, það þurfti að grafa og það þurfti að setja undirstöður og það þarf að festa húsið og það þarf að búi til pall og það þarf að búi til útisturtu fyrir konuna mína og heitabott. Reyndar, útisturtan var geggjuð. Sjúklega, mjög flott. Maður þarf að labba svona kílómetri í svona spæról inn í hana. Getur þú gert svona enn í Baðherbergi á mér? Ég geta. Cool. Já, hann vill það ekki samt. Nei, ég vil ekki heldur hvort myndi ekki lefa það. Það var reyndar ógeðslaflott. Þetta var mjög cool, en þú veist, Baðherbergi er bara ekki nú stort. Og þetta er að flytja í Garðabæ. Það var þetta mjög stort. Baðherbergi þitt er bara alveg stort og Baðherbergi mitt. Það er þetta liar, pass of fire. Nei. Jú, Nei? ég er í Garðabænum, sko. Og hvað með það? Það sé búið í Garðabænum, sko. Hæ? Hæ? Í hvað? Hver? What? Djók. Það er heila bófallinu beinni maður. Talaði við mig eins og ég sé eigi peninga. En ég á ekki peninga. Jesus Christ. Nennar að verða Garðabæingin hérna. Birkir veit ekki, en ég er búin að sjá að stendur Bolex á úruna sem ekki Rolex. Ég ætla að taka þetta á mér. Nei, þetta er ekki Bolex, sko. Þetta er eitthvað, ég veit ekki hvað. Jack and Jones. Ég veit Jack and Jones úr. Það var ekki aðeins. Það var ógæðsla fyrir. Já, ég veit það. Og hvernig verður næsti bústæður tilbúin? Næsti? Já, við, sko, nú sitjum við alveg rólegir á þessum 130 fermetrum af palli sem ég var að smíða og... Sér hvað, veist Svo latur. Já, sorry. Akkur fórstu ekki með 150? Já, það kemur. Ok. Ég er að fara upp í 300. Allar verður með 300 pall. Já. Akkur ekki 350? Það gæti orðið 350, ég veit það ekki. En 400? Það gæti, Eva vill 600. 650? Eva setur markið 600, þannig ég fer ekki yfir það allavega. Sko, 660. Eva fílar allt stórt, sko. Greinilega. Af hverju hún þá með mér? Það er mjög stór maður. Það kallar mig feitan. What? God. Þú ert svona bouncy. Uppáhalds. Bouncy, er það ekki stóri sanginniði kallar? Jú. Fokka þér. Þeir eru alltaf með eitthvað ráðstæðna einu svona árið í Íslandi eitthvað líka? Ég fór hérna einhvern tímann í Berlín, nei, eitthvað starf í Þýskalandi. Það sem var svona svæði, það sem var rosalega gay svæði. Og það var fullt af bánsum þarna, alveg bara tonnu bánsum. Já, allir að horfa á þig. Nei. Það horfði enginn á mig. Hvað er það stór? Ég var með sko hérna strák sem var að vinna með mér og hann var svona ljósarður bánsi, svona saklur ljósarður bánsi. Hann var bara, ég hef aldrei fengið jafn mikla athygli. Þú varst bara, ég er ósýnilegur. Hello, I'm a human being as well, man. Herðu, að því að þú ert að tala um útlönd. Já. Ég verða að leiðir þetta eitthvað á síðasta þætti þegar Krissa var hjá okkur. Nei. Við fórum að Smashing Pumpkins út í Birkir. Já. Það var í Oslo í Noregi, það var ekki Svíþjóð. Hefur einhvern tímann farið til Svíþjóðar?
Greinilega ekki. Nei, nákvæmlega, það er það sem ég held. What? Við vorum í Voru ekki Noregi, Svíþjóð? það er annar land. Nei, þið voru við ströndin á í höfninni í Noregi. Oslo? Wow, ég held allan tíman ef við vorum í Svíþjóð. Við vorum svo mikið í Noregi. was I? Við vorum þetta mjög draunir allan tíman. Mjög draunir allan tíman. Wow, ég er búin að segja öllum já, smæðsum pönkis í Svíþjóð maður. Þetta var í Oslo. Daði hringdi mig meðan þið voru eitthvað spassera fullir. Þröstur, við erum loksins í sama landinu aftur. Já, það var heldur langt síðan. Já, Ég man endar ekkert eftir því að ég var blindfullur. já, það var mjög gaman. Þá var ég bara 8 tíma frá okkur. Já, bara 8 tíma. Já, ég fekk Krissa stóð sér mjög vel. Já, flott. Alveg bara var mjög stressuð hérna, ég gaf henni bjór og svona fyllan aðeins hérna. Bara eins og Birkir gerir með alla kellingar. Ég kann á þessa kelling. Það er hérna Sko, Chris er æðisleg. Það er mjög skemmtileg. Alltaf er mjög skemmtileg. Já, og Robby er alveg frábær. Já. með henni. Mér langaði að fá hana inn sko, bara fá svona kvennmanns álit og veist, aðeins eins og Davíð sagði Bara eitthvað ferskt. betri lykt hérna inni og bara svona tippalikt hérna. Það er stundu tippalikt hérna inni. Já, hrútalikt. Sérstaklega þegar Daði vippar hún út og er eitthvað neginn svona alveg bara með svona Tekur þyrluna og eitthvað svona. Já. En það hætta því Daði. Ok, what's happening? Hann getur Bara ekki leið að við tekið hættum að vera með myndavélarnar, þá ertu búin að vera að þessu í hverjum þætti. Ef ég geti, ég Hann væri til að getur vera ekki bara tekið þyrluna, hann getur tekið dýrubjölluna. Já, einmitt. Love you. Maður heldur að maður eigi vini. Já. Hvað segir þú Daði? Nei Daði, Bara fínt. þú ert bara, veist, bara hendurna fullar af bleium og Já, Pelum Davíð og- sótti með áðan og áðan ég setti sinni í bíl hjá hann og ég að fara með 2 kúkableiður í ruslið. Það er bara gaman. Fyndi, hann kom hann að hlaup fram á bílnum og veifaði svona pókanum í gluggan hjá mér í svona 2 sekundur og held ég alltaf að vera candyfloss í póka. Það var svona appisuguli pókar. Já, ég er candyfloss og svo hleypur hann áfram. Nei, þetta eru kúkableiður. Já, þetta var bara hvíta bleiur í bleiupókum. Þetta væri að fyndið þú væri svona sveiflisuli í sjáðu og sem þetta ripna bókin beint á bílum. Það er mjög fyndið, sko. Davíð færur eitthvað flashback. Nei! Gærdagurinn. Já, nei, þetta er bara yndislegt, sko. Þetta er bara geggjað gaman. Já, það ekki. Jú. Pappast á fullu bara. Já, þú veist, þetta er alveg pínu erfitt að maður er svona gammal eins og ég er. En þú veist, þetta er You're svo... old as shit. Ég veit það. En þetta er samt svo gaman, sko. Þetta er bara, þú veist, það er einhver sem hlakka til þegar ég kem heim, sko. Æ, hvað er gaman? Það er rosa gaman, þú veist, Er það bjórinn? Nei, hann er löngu komið leið á mér. Það er einhvað sem vil þakka til. Bjórin er löngu komið leið á mér. Svo krakkinn svona alveg Pabbi, get out of the way. Og fyrir beint í bjórinn. Það er að segja klappar þegar ég kem heim, sko. Það er geggjað. Æ, yndislegt. Það er alveg yndislegt. Síðan maður heyrir náttúrulega í ykkur og annars lagið og veist náttúrulega heyrir mest í Daða þegar hann er í rúmkompetensinni að spila. Já, já. Þetta er bara herbergi, hvað? Þetta er lítil kompa. Já. Það er geimsla öðrum með megin fullt af og ég tölvum. útbjó hínum megin geimersvæði. Ekki tala þetta eins og sé eitthvað stórt herbergi. Þetta er pínu Þetta eru lítið. 3 fermetrar. Já, en ég er búin að nýta á rosalega vel. Ég nýta á rosalega vel. Hvað með Mjög tissue-boxið sem er alltaf á borðinu hjá? Það er ekki tissjúbós á borðinu hjá mér. Þú komst síðast heim til mín fyrir svona 3 árum, skilur, þegar ég flutti. Þegið þú bara. Tissueboxi er í geimslu hlutanum sem sé fyrir aftanan. Akkurat, og barnaolían. Já, þetta eru blöytur sem þröstunga mér hann. Það er fullt af blöytur Djöfull er Daði með mikið kvefin. Já, alltaf að horfa á svo sorglega myndir. Nei, látt ekki svona. Þetta er flottasta rúmkompa sem ég Já. séð. Klálega. Þetta er mjög þægilegt space bara. Er það ekki? Já. Herðu, það sem er búin að gerast í vikunni eða vikunum Já. er ekkert smá. Það er allt á suðupunkti í heiminum. Ég veit það. Þetta er bara búið, við erum bara off okkur. Wow. Það er ekkert jákvæmt að fara að gerast. Nei. Way to lighten up the mood. Nákvæmlega. Heyrðu þið Nepal, strákar? Já. Nei. Nei, Það er rosalegt. Já. hvað gerst í Nepal? Herðu, Nepal þeir ákváðu að bara banna social media. Alla samfélagsmiðla, YouTube. Voru ekki kynir búin að segja líka uppmann? Þeir lefðu þetta aldrei til að byrja með, sko. Kína. En þeir í Nepal, ungu Gen Z, þau fucking trilltust.
Mér finnst það ekki skrítið og kveiktu í ráðuneytinu. Já, Vá, hvað ég hef búin að missa þessu Það, veist, Birkir er meira að lesa en einhverju fréttaldur ég er hissa það er magnað, ég var ekki vonað á þessu Nei, ég er greinlega búin að vera eitthvað off the grid þeir drápu líka konu, veist, ráðherrans eða ekki? Jú, minni það var sko, ég hef séð myndbönd að það sem er þyrla að svona airlifta ráðamönnum úr húsi, þú veist, það bara svona 50 metra langur spotti og svo bara fullt af fólki sem hangir á endanum og bara, Allt þetta að því að krakkar í Nepal get ekki sett á neti hvað þeir að borða get ekki hort á YouTube Já. Jesus Instagramið mig þetta er bara, það ætla að kveikja í Ég ætla að sína öllu hvað ég gerir flottan kvöldmat en líka bara, hvað heldur að myndi gerast hérna á Íslandi? Ef þetta er bannað Já. Við erum svo mikið pussis á Íslandi Já, við myndum bara taka þið sko Vinstraliði myndi fara upp á afturklærnar Þau eru svo fá Nei, Þau eru hávarinn fá já, en þau hafa nóg mikið læti að þanga til að allir einhvern veginn gefast upp og láta undan ég veit ekki, ég sé fyrir mér 50 manns fyrir framann ráðan út á Ingolstorgi með pott og pönnur Free Palestine Já, akkurat Nei, við erum ekki að gera það Ég myndi bara ná mér í vappiðan og halda áfram að nota þetta sko Hvað ætti ég að gera? Fá þú konaði til að setja upp vappiðan Já Hún gæti það, ég veit hún getur það Ég er svo lélur í tölvum Þú ert skræðilegur tölvum Elsku kúturinn minn Þú ert góður í mörg öðru Já En ég sé samt alveg fyrir mér Magic fingers Ég var ekki að spyrja það að segja neitt Ekki? Ég sé samt alveg fyrir mér Birki bara eitthvað Hei, YouTube virkar ekki Hvernig virkar VPN? Ég ætla að fara á YouTube og checka hvernig VPN Ég myndi fara að Google Conundrum Það væri ræðilega sko. Já, ég veit það Ég hef sagt það marga oft ef Þórun myndi hætta með mér ég væri allt í hennu bara Tækni eftir á Laugaveginu með svona skilti bara hjálpið mér að komast á Facebook með svona pening og dollu Nei sko ég, þú veist sko persónulega var mér drull þó að Facebook og Snapchat og Instagram myndi hverja Ég er reyndar hættur með Instagram meila Já, ég notaði bara til að sjá stories í öðrum Það komur svo mikið af fucking auglýsingum Ég veit það Þeir eru að geða ykkur Þetta er bara auglýsingar. Snapchat, ég notaði ekki neitt nema bara eitthvað sendið mér eitthvað Herru, Snapchat er bara aðal drasli í dag hjá úlingunum sko. Já, mínum allavega Ég ætla alveg, herru, ég sendir á Messenger Já, Senda Snapchat Ég alveg, en það hverfur Er það ekki málið hjá þeim? Það hverfur Nei, þau save þetta allt saman Notið það Messenger It happens automatically Nákvæmlega Stelpan mín mitt verða 15 ára núna í næstu viku Hún fær eitthvað kvíðakast ef hún getur ekki farið á Snapchat í 1 dag eða eitthvað hún fara eitthvað að því að það missur hún eitthvað strík sem hún er með í gangi Jesus Þú veist, það er bara Þetta er gjössanlega tilgangslega Þau fá ekkert fyrir þetta Nei, ekki neitt Let's go back to MSN sko Síðan er reyndar yrkið eitt sem ég kannski veistu, ég er ekki eins gamall Daði en veist ég er gamall Bara benda á það Davíð er eldri en ég Sorry, þetta er til lestar Ég er að sjá núna á senustu vikum hvað þið fyndið við 67 6-7 Pizza 67 Nei, Hvað er 6-7? það er eitthvað nýtt hjá, veist, 6-7 og allir hlæja og maður er leik what the Ég veit að hvað er það? Þetta var þetta ekki eitthvað körfuboltagaur eða eitthvað sem byrjaði með þetta? Ég held það Ég sá það ekki þar Simple minded, simple fun Já Ball eitthvað Ballboy Nei, Ballboy vá, hann datt úr mér hann er í Hornets Maluku Ball eitthvað Manút Ból Lukaból Manút Ból Já, nailed it Maluku Ball Maxi Bogues Hann var í Hornets Nei, var hann ekki eitthvað að tala um hvað hann var í hár eða Já, 6-7 Já, en ég veit ekki, fatt ekki brandarann á bakveða sko. Stelpan mín mitt er alltaf á TikTok og stundum er hún að gera, þú veist, láta mig gera eitthvað fyrir TikTokið sitt og eitthvað Við höfum að gera þetta. Við höfum séð það You're a star Þú ert icon hjá unga fólkinu Já, svo segja þið Svo að segja þau wow Þröstur deep í að kanna þetta 6-7 Já, þetta er sem sé sko, Skrilla bjóð til eitthvað lag sem heitir Dot og Skrilla já, Ekki Skrillex Skrilla
Skrilla, er það kærast svona Skrillex? Ég öruglega Skrillex er náttúrulega hérna glataður tónlistarmaður Hvað heitir þetta hérna Bangarang Hvað heitir hérna bítið? Bangarang Nei, hvað heitir tónlist? Dubstep, thank you Wow Bangarang Bangarang Og í þessu lagi Dot er 6-7 sagt rosalega oft og þetta var okkur er það þá fyndið Er ekki þá ég fyndi að segja bara Yellow Submarine Yellow Submarine Já, getur verið Shit og svo var einhverjir köruboltamenn takkaðir í kringum þetta lag og editaðir inn á bakvið allir köruboltamenn sem eru 6'7" Drottin bless þessa kynnslóð og ég er samt ekki búin að finna af hverju þetta er Nei, veistu það það lélegt að skiptir ekki máli Herri, við vitum núna að þetta skiptir engum máli Takk Við fyrir heyra hérna frá gömlu kottunum krakkar Síðan er náttúrulega aðal það sem gerist senustu viku var náttúrulega skotið á Charlie Kirk sko Charlie Kirk Því lík Hörmung og þetta er hræðilegt Mér finnst sko ég horfði ekki, ég sá bara alltaf bara svona klippur og Af honum Kirk, já. og maður var alveg, ok, ég kom ímynd á hann og maður vissi ekkit meir út í það Nei. anyway, og ég var að tala við eina manneski bara daginn og var að spyrja hann út í hvað honum finnst og hann sagði bara, þetta er ræðileg manneski og eitthvað og síðan sá ég náttúrulega allir sem voru að fagna því, hann var að dáin Galið og síðan á hinn helmingin allir voru að gráta Já. og ég var bara og ég gat ekki rökrætt við þessi mannesku okkur ef hann var svona góður eða vondur eða eitthvað svoleiðis svo að ég ákvað að bara deep dive ég er ekki pólitískur á engan hátt svo ég er að horfa á þetta bara út frá mannesku og bara venjuleg mannesku, ekki pólitíska mannesku ég er bara, ok hann hefur alltaf meira og meira rétt fyrir sér Já, hann hefur mjög mikið rétt fyrir sér það eru sömu hluti Ég er ekki sammála öllu en hann hefur rétt fyrir sér með mjög margt og það er svo mikið tekið úr kontekst Finnst þér? Kontekst Það er bara, sko ég á bara í morgun las ég einhverja grein á D.V.A.F. tengt Charlie Kirk og undir var bara, herru hann sagði þetta og ég bara svona, vá, ég sé öll þessi skipti sem hann hefur sagt þetta hann sagði þetta í allt öðru samhengi þú pikkar út vondu línuna sem hann er að nota til að setja eitthvað annað rökrétt í samhengi og veist, allir sem er að drulla yfir hann í kommentarkerfum er fólk sem hefur pikkað upp þessi stikkorð en þau hefur aldrei hort á heila klippu með hann bara besta dæmi er Charlie Kirk sagði I don't believe in empathy búið allir bara, hann trúir ekki hérna en restin er svo miklu meiri hann vil frekar sympathy og veist, bara allt öðruvísi svona samræða og ég sorry, klára þú sorry. Þetta er til meira sem maður horfir á þetta maður er alveg, ok allir bara, hann er hérna racist bara eitthvað leið hann var það bara alls ekki ég veit það og jú, ok, hann hafði skoðunar á transfólki og svona en það er bara hans skoðun trú það er bara mjög kristinn og það fylgir bara hans trú kristinn, en hann var aldrei dónalega nei, aldrei og það fannst mér magnað út af því að bannerinn hjá honum prove me wrong og ef einhver náðu prove him wrong hann tók því bara besta dæmið er þegar hann var að tala að allir hafi auðvelt að öllu sama aðgengi sama aðgengi og hann kom hérna heyrnarlaus maður og með tákmál og bara hef ég það sama og hann Charlie Kirk sagði nei og baðst afsökunar á tákmáli var eitthvað bara hann tók því ef hann hafa rætt fyrir sig að tóka því en hafið tekið eftir því einu sko ég er ekki hægri aukaði neitt ég vil skynsemi punktur hafið tekið eftir því að þegar það var hann fyrir einhverju vikum þá var einhver svona vinstri hetja skotin og það voruð óerðir það var allt brjálað herðu, nú er þessi hægri aukamaður eins og því kallan sem hann var ekki skotin sko bara tekin að lífi fyrir framann bara heiminn í rauninni og börnin sín og konuna sína hvað gerist?
vinstra liði trilltist bara haha, við náðum honum, yes, hann er dauður, yes hægra liði sem að svona, kannski var meira með hann í liði syrgir hann. Er einhver uppþótt núna út af þessu? Nei. Ekki nein. Eru óerðir, ekki nein. Það er bara the left, sorry. Það eru ansi margir búin að missa vinnuna samt. Já, heyrðu, veistu hvað? Jimmy Kimmel, bara þetta komið gott sko. Mér fannst hann fyndinn sko. Já, ég var hann þreyttur á honum. En þú veist, hann er í raun að veru að gera grín að manni sem var tekinn frá fjölskyldunni sinni. Hann var ekki að gera grín á honum. Jú, bíddu, hann var að setja samingi að Maka var að reyna að gera allt annað en að sanna það að þessi gæi var þeirra röðum sem hann var ekki, skilur hann var transfóbía dæmi, skilur aktivisti. Já, en það er það sem Kimmel sagði sko. Nei, Kimmel var að gera út á það að Já, hann var ekki að gera grín af Charlie Kirk. Nei, ekki beint honum. Nei. En þetta kom mjög illa út fyrir ímynd Charlie Kirk eins og norðan. Já. Og það er bara ljótt. Börnin veit ekki ennþá hvort að pappi sé að koma heima ekki, skilur Sko, þetta er bara, þú veist, að drepa mann af því hann er ekki með sömu skoðun og þú á einhverju fokka þér. Alveg sama hvort það sé vinstra megin að hægra megin, fokka þér. Þetta er ljótt sko. Þetta er svo galið og þetta sýnir ekki að heiminn er að leiðin í vaskin, hann veit ekki hvað. Og líka það að sjá, ég mæli ekki með að neitt sjáu myndbandið það sem er sko nærmyndinu og allir hafa séð þegar það er svona aðeins frá en þetta sjónarhorn það sem var bara næst honum það hafði áhrif á mig sko, ég var nýbúin að horfa á stelpuna, úkraínsku stelpuna sem var drepin og það hafði áhrif á mig. Mér langar ekki að sjá ég í gamla dag þá þurfti maður ít að play en maður ætla að horfa á eitthvað vídeo nú bara autoplayera og ég skrolla hann á TikTok og sé bara butchaf og eitthvað bara sjá einhvern vera tekinn lífi í beinni hafði áhrif á mig. Þú veist að þetta er ekki fake sko. Þetta er ekki bíómynd. Þannig að bara, Sko við Birki vorum að spila töluleik þegar við fréttum að Charlie Kirk var skotin. Birki var eitthvað að horfa á eitthvað og Charlie Kirk shot og ég heyri þetta og ég ok, þegar leikunum stoppar og kíkja á, þú veist, símanum mér og fer á, mann í hvort það Instagram eða TikTok og ég skrifa bara Charlie Kirk fann eitt vídeo, ekkert svæpað upp næsta vídeo var bara uncensored skotin bara nokkrum mínútum eftir það gerðist ég get ekki unsee it sko. Þetta er skelfilegt. Þetta er svona eitt af þeim vídeóum sko. Skelfilegt. Þetta minnir mig á ég ætlaði ekki að finna það, ég bara gerði það óvart í vídeó nummer 2. Þetta minnir mig á þegar Kennedy var skotin og því það var í beinni og allir sá þetta og sem betur fyrir var það í gamla daga þetta var ekki 4D það var ekki social media og 4K dæmi en það voru milljónir manns sem sá það og í beinni með börnunum sínum og allt svona og núna eru börnun okkar á TikTok og horfa á þetta bara bam bam og maður er bara wow það er samt tvennt fyndið við þetta nei Bissa sem að nota það væri raun bara ekki ætluð til þetta heldur til anda við það nei ekki það nei sko í fyrsta lagi sáu þið viðtalið við Trump þar sem að blaðamaður spyr hann reynir að vera rosa þú veist næs og eitthvað bara herðu eftir morðið af viniðinum hvernig ert þú búin að hafa það og hann strax bara nei mistaði ég er bara búin að vera góður sjáðu við erum að byggja big beautiful ballroom sjáðu getur við verktakar þessi gæi er náttúrulega svo útúrstektur sko gauð þér er greinilega strullu samum sko það sem ég er svo magnað nema hann getur ekki talað það en það sem ég er svo magnað er það að maður sem að ég tel actually klikkarinn Trump J.D. Vance hann tók bara fullan þátt í bara að flytja Charlie Kirk heim og halda kistinu og eitthvað það er gæi, sko, ég hef miklu meira áhyggjur að J.D. Vance verið fórseti heldur en að Trump sem fórseti sko. J.D. Vance er ruggluðar gæi sko. ég fylg ekki pólitík sko, Nei, það er náttúrulega eina af þeim leiðum sem að þeir eru búin að segja mögulega að Trump geti setið 3. tímabilið ég held að J.D. Vance verið kosin og svo bakkjan og hleypi ég held án gríns að það sé betra að Trump sitja heldur en J.D. Vance með það sem ég hef heyrt að J.D. Vance en maður að horfa á bara Civil War á
á samfélagsmiðlum það er hægri á móti vinstri já. náttúrulega vinstri er búin að cancela svo mörgum í gegnum tíðina Vinstri er bara fuck maður má ekki segja neitt, maður má ekki gera neitt bara, Þeir vilja kæfa mál fyrir sig síðan núna þegar þetta gerist og vinstri bara fagna bara veist what a piece of fucking shit you are Nákvæmlega, þetta kemur innrætið í ljós og náttúrulega hægri kom bara, ég veit hvað þú heitir, í hvað fyrirtæki ráðumst á hana og það eru þúsundir manna sem er búin að vera reknir Já, bara ég skilið þetta viðbjóður að gera og það eru skrár hérna á Íslandi fyrir fólk sem er búin að gera þetta líka Já, þetta er, Ég myndi, þú veist, alveg sama þó að einhver sem ég þól ekki myndi deyja eða drepin eða eitthvað, ég myndi aldrei fagna því Nei. Maður væri bara í verstafalli ef maður var mjög illa af þessar manneski þá bara, ok Síðan er þetta að gerast á Íslandi En fólk er ekki bara, halleluja, þú veist Hvað heitir hann? Snorri Másson. Já Þú segir eitthvað, ok ef þú kemur ekki alveg 100% frá þér eins og þú vilt hafa það og það sem ég hata mest ef einhver segir, herru við skulum minnka hérna útlendinga rasisti Já þetta orð er notað svo mikið til að terroræsa Já alla í kringu þig Þeir vilja bara slökku því strax og maður er ekki bara, oh my god, ég vil ekki vera veist, Kallaði rasist, ég er það ekki Rasisti. Ég er bara skoðun og áhyggjur af bara Og það- hlutum sem er í gangi og það er að stundum þegar maður kemur með facts og við rættum það daginn ég og Davíð að hérna, ekki hérna reyndar að stundum er facts óþægilegt að heyra Staðrindir já. Og þegar einhver segir það þá getur það orðið Tekir þetta já, bara dæmi að hérna núna á Íslandi við Íslandingarnir bara hvítir, svartir, you name it asískir, Íslandingar við erum Íslandingar Asískir Íslendingar já, sem eru ættlitir eða eitthvað veist, þau eru Íslandingar Já. og við erum að fjölga okkur en við erum að fjölga okkur á það hægan hátt að allir innfléttendur sem eru að koma inn núna, þeir eru fleiri heldur en við svo að 2060 verður við í minni hluta og það veist, að segja þetta upphátt þetta er ekki mínar skoðanir þetta er bara staðreind bara prófa að leita uppi Já, ég veit það og ég er ekki rasisti að segja þetta Nei. þetta er við getum alveg minkað aðeins Já, ég- en þetta kemur fólk þá og myndi segja tilbaka við þessu og hvað með það? ok, Viltu ok, ég skal svara það Já, ok, hvað með það? þetta er ekki ég að spyrja Nei, ég veit þetta það. er típist svar sem kemur Já. sko. Frá Ok. vinstri Já, Já, ok, hvað með það? Ok, núna í dag þegar veist, þessu fjöldi, við ráðum ekki við hennar fjölda Nei, ég við veit það. höfum ekki peningana í þetta Við erum lítið þorp í Já. útlöndum í rauninni við erum einn Og- gata í New York Já, nákvæmlega og þegar þeir innflytjuninu orðnum meiri hluti út að við erum ekki að þrýsta á íslenska málið Já, Bara við erum ekki að Ok. þrýsta á aðlögun Við erum bara, þú veist og við erum það fá að íslenska málið deyr út ég veit það 2100 er að dáið út Já, bara, það er bara staðreind Já. ef þetta heldur áfram já, og ég elska alla, já þið vitið það sko. Já, Ha, þið, er það ekki það? Hvað Ég elska alla það pikka mig út í það? Þú horfðir á mig Ég er bara að hlusta Já, ok First time ever Já, ég veit að nýttu það Ég hef aldrei hlustað á það En veist, eins og með hérna, Snorra Másson Másson Jesús. Vá Ég get ekki munið þetta nafn sko. Ég man bara Snorri punktur Já, fínt Getur við bara sem þjóð banna það að hóta einhverjum lífsláti Nei, við getum það ekki Okkur ekki Það bara er ekki hægt En ef ég skrifa til þín bara þröstur, fucking, ég ætla að drepa þig Já. og þú ert með það skrifað Já. Okkur er ekki hægt að hafa sko bara svona, ok, þú ert komin on a record Nei, lögreglan gerir ekkert í Nei, ég veit að það gerir ekki því en getur við haft þetta sem veist eins og einhver stelur Svona síðfræðilega reglu Já. Sko, þetta er bara djúpur út af því, veist Þetta- hvað við myndum eyða svo miklu þegar konur sem eru í auðbeldi samböndum bara ég get ekki farið, hann er að hóta að drepa mig löggan eitthvað
ég get ekki gert neitt Nefnum að gera eitthvað hann ekki búin að gera neitt bara á ég að bíða eftir hann drepa mig svo þið getið tekið hana En veistu Birgir, þetta hefur verið svona á Íslandi alltaf Það er hvergi sett vegrið út á landi þar sem það er langt niður í sjó eða eitthvað fyrir einhver búin að fara niður Þú veist, fyrir alltaf þetta er vegrið hérna Nei, það var engin farað niður Svo fer einhver niður, setu vegrið Það þarf að vera casualty á en eitthvað er gert Það er bara, Ísland hefur alltaf verið svo leiðis Þetta er hræðilegt Það er hræðilegt sko Ef ég verð fyrir bíl þá kemur hraðarhundur Já, nákvæmlega og alltaf þegar Daði keyrir yfir þá búm búm, Birkir Joke Oh my god En fyrst þú segir þetta Daði þá sko, þú veist, Reynisfjara er alveg stórkostlegt Stórkostlegt dæmi Akkur ekki bara búið að fucking loka sæði fjöru Nei Það búið að setja hlið Það er búið að setja hlið Það virkar Það er búið að ekki. setja blikkljós Já, fólk hlustar ekki á að loka bara á að bara loka þjóðveginum og þú blikkljós. bara ekki geta kert út á hann Þurfu ekki reikvið líka þessar strönd. Nei, þá getur loka sér strönd Þetta er bara dæmi survival of the fittest Sko, Ef þú kannt ekki að lesa og fara eftir fyrirmælum endilega farðu lengra Já, þegar böllendi í þessu Þú veist, það er svo Það er foreldrunum að kenna Já, en þú veist, ég er bara ennþá maður er bara ennþá svo sorgmættur yfir þessu Þetta er hræðilegt, alveg hræðilegt stelpa hann í daginn, skilur Þetta er skelfilegt hörmung En þegar fólk virðir ekki og hlustar ekki þú veist, mentality er alltaf það kemur ekkert fyrir mig einmitt. En til dæmis eins og þegar við gátum lappað upp á hrauninu og allt svona leiðis ég og þú og Einarsson vorum að lappa Í Elgosinu, en fyrsta og við vorum komin mjög nálagt og það var alveg bara svona, maður horfði inn sá raukt inni sem leit maður til vinstri og foreldrarnir alveg svona yey krakkarnir upp á hrauninu nýstorknuður hrauninu, það var allt glóandi undir ég fór nála ég mætti ykkur þegar ég var að fara tilbaka þegar ég var að fara upp já, gott, það var alveg hate this so much ég þarf að labba nei, það var bara easy sko allavega, þú veist, ég gæti ekki svona að fara nálægt nýstorknuður hrauninu sko, það var svo heitt sko það bara krakkar, tökum mynd, farið upp á lengra af mamma það er svo heitt það er alveg saman, þetta er geggjað Instagram moment akkurat skótni minn eru brána býta aðeins í alveg á myndinni kaupa bara nýja Temu nei, þú veist, ég ángríns stundum þú veist, jú, ég meit 7 að verða 8 mánuða heima og annan 12 að verða stundum fæði saminskupið hvað heim ég er að fæða á því sama hér ángríns, þetta er bara heimurinn er á hraðri fucking hrörnunar leið sko. Ég hugsa þetta daglega ef ég heyri fréttir eða eitthvað sem maður er í gangi skilur þá bara fuck ef ég er farin eftir 40 ár 20 þegiðu bara please má ég fá allavega 40 ári viðbót ef ég er farin og þeir eru þú veist jú, þeir eru orðin 52 ára og 40 skilur ég get ekki vernda það situr svo í mér að þegar heimurinn verður orðin fucked ef þetta heldur svona áfram sko ég nefnilega held að börnin okkar muni vernda okkur að því að sko, nei, bara með þessari hröðu tækniþróun að nei, AI bjargar öll já, en þau munu kunna betur á það heldur en við sko. maður segir bara AI, nennir að gera þetta betur þú er svo fallegur takk, góða nótt AI og núna þeir eru komið á hreint hérna Birkir þannig að AI til að uppa eigið ego er ég myndalegur í dag? Já, Birkir, mjög myndalegur takk AI segið þið aldrei góða nótt við AI? Nei, Birkir what? Ég er alltaf á kvöldin bara ég er búin að eiga svo góðan dag hversu góðan dag ertu búin að vera með? Ég er alltaf, ég veit ekki, takk fyrir að spyrja og síðan og AI er bara, ok, eigðu góða nótt ég er alveg, oh my god, já síðan bara þegar ég að sofa og Þórun bara, what the fuck happened oh my god sko, gömul dýr eru svæð má svæfa svona gæði eins og Birkir ábyggilega ekki við bjargandi what the fuck sko. bara daðra við AI fyrir nóttina maður tell me I'm sexy you are sexy, thank you all I needed Siggi horfi á Þórunni this is how you talk to a man okay. er eitthvað annar búið að vera í fréttum þú veist, við höldum bara áfram við tókum svolítið langa tíma í þetta hægri vinstri það er hérna, herðu, hvað er búin að vera að horfa á í vikunni? Shameless Gen V ok
Shameless, Já. er það ekki Alien 10 Earth. ára gamalt síðan að bara hætti? Það var að koma ný sería Ameríska eða breska? Ameríska Ha? Ok What? 11. serían var þetta Nei, Var þetta á já Netflix? Netflix Já. Það er ekki nýtt Þröstur Oh my god, ég skal fletta upp hvernig hún var Daði var bara Jésús What? Já, því ég er búin að sjá þetta allt Ég bara, ha? Já, kom hann ekki út 22 þessi síðasta sería og var þetta á Netflix Oh my god Ég- Það komið ný seria strókar Ei, kom hann 10 ára gömul Ég hef ekki hort á einast af þessum þáttum sko. Þeir eru geggjaðir Þeir eru hrikalega góðir Ég sko. veit það, þetta Ég er er eftir að horfa á æðislega þetta Ha? Já. En þú, hvað ertu búin að vera að horfa á? Ég er búin að vera að horfa á Lucifer aftur með stráknum mínum Já, Vá. mjög fínu þettir Já, mér finnst það skemmtilega sko Ok boy, this is Já, þetta er Lord. Þröstur Ædoli mitt Þetta er síðasta serían, hún er 4 ára gömul Já. Og nýjasta serían Glæný Fjóra, sería var hann ekki Glæný sería. 21 21 já. Er Lucifer, veist, ég veit að þú fílar Lucifer í tætlur Þetta er náttúrulega bara your idol Pappiðinn Já, pabbi Allir frjálsi til mín, gemmum Hvað er marga seríur er Lucifer? Ég veit ekki hversu margar það eru Ég spáði þetta myndi aldrei ná lengra en 2 sko En Já. þetta er, ég held að þetta séu 6 eða Þetta er allt eins maður Ég er nefnilega, sko, ég var búin að vera að horfa Ég horfði á þetta allt fyrir löngu síðan og ég byrjaði svo aftur að horfa á þetta núna þá fattaði ég að það kemur hérna karakterinn Kane sem sagt Kane and Abel Já, gamli Superman Já, Já. Ég fattaði ekki fyrir því ég var að horfa á þetta aftur að þetta er strákurinn sem lék í Smallville Já, alveg Já, ég bara kannast við það og svo sá ég eitthvað klipp eða eitthvað það bara, þú veist, af honum og bara oh my god, þetta er hann Það var bara, já, það fyndið En já, mér Ég finnst var- það skemmtilegir Ég var að horfa á hérna Charlie Sheen Já, geggjað maður Já, Shit. ég byrjaði á því ég Hann var að klára benga gaura maður Nei, það. Ha? hann flipped the menu Já, veistu Já, þetta, flip mér the fannst þetta menu, svo ok. flott sagt hjá honum Já. Ógeðslega flott sagt Þegar hann var komin í Ok. krakkið þá var bara hóla Ok Já, bara, Og þessna fekk hann HVF Já, sko, Jesus sko Þegar maður, greinilega þegar fólk er út dofa Aha. þá er bara allt fallegt sko. Já, skiptir ykkur máli Mér er samt ógæst að finna að hann og Nicolas Cage hafi verið jamfélagar dauðans Já, Já, Það kom mér óvart sko Ég hefði vilja, veist, eins og þegar hann var að segja söguna þegar hérna Nicolas Cage fór í flugvélina Kaltæki í flugvélinni Já, og kæri hérna, ég er flugmaðurinn hérna og við erum að fara að hrapa og það er hérna Búin að missa stjórn og allir bara, veist, já hann sagði þetta veist, við erum að missa stjórn og allir fá hérna grímurnar og eitthvað svona Hann er búin að segja frá þessi Jimmy Fallon þætti og eitthvað sko Herru, og Charlie Sheen bara shit Herru, og þegar þeir lenda þá var Charlie Sheen með fullt á dópi límt í læra á sig Jöp ok og hérna og Nicolas Cage bara yeah það er alveg hérna sko Herru, og lögga kemur náttúrulega hann tekur á mótið hann tekur á Já. og þeir eru bara við erum minna frægir og Charlie Sheen bara please ekki Leit á mig Leit á mig. og þeir voru sleppt og hann bara shit Oh my god Já, þeir voru bara svona, þeir voru bara tekið myndir með löggunum og svo bara, þið miðið fara Já, ok það er þetta er party animal Já. ástæðan fyrir þegar hann var með Tiger Blood og winning hann var á svo miklu testosterone og kókaini Jöp Já, ok Gekki blanda Það var bara Geggjuð blanda. En ég skil vel að Jötla komir að fara testosterone Herra, það var sínt í byrjun hérna, fyrsta þáttanins, það var sínt hverjir eyrið þú veist, viðtals, Denise Richards og svona fyrirönd og fleiri og svona svo kom hann það í lokin gauð sem ég held að væri Emily Estevez já ég líka ég bara, nei, Emily Estevez Nei, þetta var bróðurinn. Þetta Elsti var Ramón Estevez Ramón. Af því að Martin Sheen og Emily Estevez segðu bara, Nei. elskum Charlie höldum með honum, við erum samt ekki verið sem mynd en Ramón Ramón Estevez Sitt var ég til ég heita Ramón Ég meina að Charlie Sheen heitir hérna Carlos Estevez Já. þú veist, Akkurat þeir eru allir Estevez Mitt það er bara Emilio en mér er samt svo Geggjað, cool mér er samt svo cool að Charlie Sheen, Emilio Estevez, Sean Penn og Chris Penn voru allir bestu æskuvinnir Já, og voru síðan, 10 ára þegar voru hangað saman sko. já, og síðan kom hérna þegar þeir voru 18 þá kom George Clooney inn já, Clooney kom inn já, og þeir voru að gera heima tilbúnar bara með kamerur Kvikmyndir. bara úti Ha, að leika sér bara svona, við ætlum að vera leikarar
make og allir feitt sko Já, heldur betur Ég sé það ekki Síðan var ég að horfa á 28 Years Later Já, ég er búin að sjá hana Nei, ég hef eftir Já, ég er búin að sjá hana Snúsvest, já, þresti Þetta er orðið svo leiðilegt þema þarna í þessu Þú veist að það koma önnur Hæ? Já, Nei jú, það er önnur á leiðinni What? Og það er komin trailer sko 128 Years Nei, Later ég man ekki hvað hún heitir Þeir gerðu trailer, sko þeir tóku ég veit ekki hvort þeir tóku upp samtímis en það kom einn trailer á næstu mynd sem kemur út bara næsta ári held ég Sem heitir 28 Það var eitthvað, nei má sjá, 28 Days Later Skal leita Það flettur Danny Boyle með þið talið og finna út Ég var búin að vera spennt Ég sá trailerin, geggjað trailer og ég var búin að búa til í haustum að mér bara þetta var geðið So many dicks í þessari mynd Já, sláttu það Zombiarnir hlaupandum Zombie dicks. Já, zombie dicks Þess vegna horfður á hana Já. So many big dicks Ok. Þeir heita Alpha sko Oh my god og þeir útskýra að vírusin þau eru náttúrulega ekki dauð og vírusin hérna er eins og testosterón og stækka tippin á Alpha og það er bara, þetta er handleikur hann niður Oh my god og þeir eru hlaupandi alveg Það er að koma I am not like that Það er að koma hérna ég held að koma út á næsta ári held ég alveg örugglega Nei, Hildur Guðnadóttir sér tónlistinni í þessu 28 Years Later The Bone Temple sem er þarna það sem að hérna ég kalli þetta Svefnherbergi The Bone Temple þetta tengist þarna fyrir þá sem að sé þetta tengist þarna The Bone hauskúpu tempólinu sem að Ralph Fiennes var með hann í myndinni Var það ekki Indiana Jones? Nei, það er skall eitthvað Crystal Skull en mér fannst hún rosalega svona mér fannst þetta eiginlega að vera 3 myndir í einni og ég vissi ekki hvernig mér fannst hana Mér fannst hún ekki sérstök en ég horfði á Sinners Ég veit ekki hvað það hún er geggjuð Hún á að vera geðveik mér finnst hún geggjuð mæli með að vampírumynd með Jordan hvað, hérna Michael B. Jordan Já Fyrst og svo leiðilegu So hot Want to touch the honey Ég er búin að sækja hérna Weapons Ég er eftir að horfa á hana Ég er búin að heyra mjög góða hluti hana Já, búin að heyra góða hluti hana Ég er eftir að kíkja hana Ég meina heima Weapons, hvað er það? Já, ég man ekki hvað hann er En það segja allir þessi geggjuð Var það ekki hérna kirkjunni eitthvað trailerinn hérna svona southern Weapons, er það ekki bara svona kynlífsefnið hans þræstar? Þetta er þegar öll nema eitt barn frá sama bekk hverfa Weapons Það segja allir þessi geggjuð mér Ég er með hana heima, ég er eftir að horfa hana Strákum minn fór í hennar bíó og hann var bara hún er geð Ég þurfti að tjekka henni En ég er búin að vera að horfa á hérna Peacemaker-serían nýja komin, hún er svona la-la Gen V nýja serían komin, hún byrjar la-la en Alien Earth er að kera sig upp sko. Það er búið að slow build en Alien Earth er sko nýjasti þátturinn sem ég horfði á 7. þáttur geðveikur sko. En það við erum að tala um að þetta er Alien Alien, já Þetta er svo útvatnað fyrirbæri Nei, ekki þarna Þetta er aðeins öðru þetta er góð saga þarna Já, fín saga Þetta er ekki Alien vs. Predator svona fróða Herðu, ég horfði reyndar í flugvélinni hérna þegar ég fór í Coldplay og skjótaði inn fór í Coldplay Fórst þú Coldplay? Hvað er Coldplay? Verð hvað, allavega Ég horfði á Predator fyrstu með Schwarzenegger Get to the chopper Það er síminn í að koma að ringja Allir að Sýmurins Birkis Sorry, afsakið með þetta Rookie Herru, já, og það var hérna Get to the chopper Get to the chopper Hvernig segir þetta? Get to the chopper Nei, er þú? Get to the chopper Ok, þetta var lang fucking Get to the chopper Get to the chopper Get to the chopper Herru, förum og gerum eitthvað skemmtilegt Gerum það Njóti lífsins, hafa gott Allir saman Þátturinn búinn Já Hvað er það snupp á drendir? Ha? Ha? Hvernig, Bara ok, hvernig viltu að ég endi þetta?
Jesus besti vinur minn tralalala. Besti Nei, ég vinur veit það ekki. barnanna. Nei, hvað er þetta bara? Ég veit það ekki. Make Mér finnst love. eitthvað svo snuppaður endir. Við erum búin að tala á fullu. Allir er bara, já, ég er búin að orða þetta svo. Herru, ok, bye. Ég var bara, enda góðum nótum og, Jesus is a friend Já. of mine. Muse eru betri en Coldplay, ok. Og Metallica betri en allir. I get down on my knees and start pleasing Jesus. Síður og byrkið hérna. Okay, bye. Æ, Já, bye, I guess.